halda áfram með CSS í dag og fara yfir Visual Formatting módelið sem við byrjuðum aðeins að skoða í seinasta tíma, en það tekur til hvernig box eru, gerð þeirra, hvort þau eru block eða inline og hvernig display eigindið er notað til þess að breyta því og eðlilegt flæði, staðsetning með position og float og þriðju vídduna sem við getum átt við. En normal flow eða eðlilegt flæði er það sem gerist áður en við gerum nokkuð við elementin okkar. Og þetta er það sem við sáum þegar við vorum að vinna í HTML-partinum. Þá voru öll elementin einhvern veginn að taka annarkvort heila línu í pláss eða einhvern veginn falla inn að hvort öðru. Og þá var það hvort þau séu block element, en þá í raun fylla þau upp í alla þá breidd sem þau geta. Og í HTML, ef við erum ekki með neitt stíla, þá var það divin til dæmis, þau taka upp alla línuna og íta öðrum divin fyrir neðan sig eða öðrum hlutum bara fyrir neðan sig. Og svo erum við með inline element sem að forma ekki svona blokkir, heldur dreifa sér í línu, þannig að þau setja hlið við hlið, þannig að þau hafa þessu eins og texti. Og þessi inline element, þau fá ekki á sig lárétt margin, width eða height. Display eigindið er síðan notað til þess að breyta þessu með inline og inline block þá sérstaklega. Og þetta er svona display inline block var mikið notað hérna og mikið notað hérna áður en eftir við hættum að nota float. En í dag er þetta yfirleitt ekki notað til þess að stýra í raun heildar layoutinu á síðunni. Þetta til þess notum við flexbox eða grid, sem við eftir að fara yfir hérna seinna. En það eru samt ennþá verkefni og eldri kóðar sem að nota þessa birtingu. Þannig að það er alveg þess virði að vita hvernig þetta er að haga sér. Hérna er dæmi sem við tókum í seinustu viku, sem ekki svara nánar út í það. En þegar við förum síðan að raða upp einhverjum kössum á síðu og ætlum að búa til eitthvað útlit, við ætlum ekki að vera með eitthvað svona skrítið útlit eins og við höfum verið að vinna með í verkefni 3. Það er alltaf að setja upp eitthvað alvöru útlit og við erum með einhver box sem við ætlum að setja upp á síðunni og við ætlum að gefa þeim breidd og jafnvel hæð. En þá getum við lent í því að við erum með efni og það fyrir að flæða út fyrir boxin. Við erum með eitthvað element, við segjum að það eigi að vera 100 pixlar á breidd og 100 pixlar á hæð. Og það er í fínu lagi fyrir efni sem við gefum því í byrjun, en leið og einhver kemur síðan og bætir við efni, þá fer það að flæða út fyrir boxið. Og þá er overflow eigindi sem að leyfir okkur að skilgreina hvað gerist við þetta efni. Visible er sjálfgefið af því að það er best case og sjáum við bara efni, það fer út fyrir boxið. Hidden, það felur þetta efni sem flæðir út fyrir. Scroll leyfir efninu að flæða og birtir síðan svona skrunstikur eða scroll bars. Og auto í raun er svona fer hérna á milli, visible eða scroll eða visible. Þannig að ef það er pláss, þá byrstum við ekki þessar skrunstikur, annars byrstum við skrunstikurnar og fólk kemst í efnið bara innan boxins. Og það er þegar við förum að vinna með CSS og okkur dettur í huga að það sé góð hugmynd að fara að takmarka hæðina á efninu, þá er það yfirleitt ekki góð hugmynd. Það mun yfirleitt leiða okkur niður svona erfiðar brautir og þá sérstaklega þegar við erum að vinna með eitthvað sem einhver annar getur komið og breytt efninu. Og þá sérstaklega verður eitthvað svona vefumsjónarkerfi eða eitthvað, þar sem allt virkar vel með 2 orðum, en leiður um 10, þá brotnar eitthvað. Og þá sérstaklega við takmörkum hæðina. Og þá er oft svona fyrsta ódýra lausnin að setja bara overflow hittin á allt saman, en þá í raun fara bara hlutir að tínast og fólk sér ekki hluti. Og þannig að overflow auto er yfirleitt besta lausnin á þessu. Og ef við skoðum dæmi þetta, þá eru hérna nokkuð box. Af hverju er það svona erfitt að minnka þennan glugga? Já, hérna, svona. Og það sem við erum með er í raun bara 4 box. Þau eru öll takmörkuð hérna með width og height
eitthvað hérna til þess að þau sjáist. Og svo erum við í raun með eitthvað box þar sem að þetta gengur upp, hérna með það sem við setjum upp. En síðan leiðu einhver bæti við texta, þá fer hann bara að flæða út fyrir boxið. Og þá getum við í raun hlaupið til og sagt, ég veit, ég set overflow hidden og þá bara hættir það að leka út fyrir. Þannig að það bara skorið á það, nákvæmlega það sem að það fer út fyrir boxið. En önnur lausn er að setja hérna overflow scroll, nema þá sjáum við að það birtist líka þessi lárétta skrunstiga hérna, sem er ekkert endilega það sem við viljum þegar við getum í raun, það er nóg fyrir okkur að hafa þessu lóðréttu og það er það sem að overflow auto gerir hérna. Þess að þetta leyfir okkur að komast í efnið en bara innan hérna með lóðréttri skrunstigu. Þannig að því að líka kannski lenti að vera að skrolla svona vefi sem eru með og stundum þegar maður fer inn í þetta þá hættir maður að skrolla. Já, en þetta er í raun, þetta er raunverulegt vandamál. En hérna, og við munum aðeins eiga við þetta í næsta verkefni, eða ekki næsta verkefni, heldur það er næsta verkefni. Síðan kemur að staðsetningu, en það er þá að taka þessa hluti einhvern veginn úr þessu eðlilega flæði, þar sem allir hlutinni bara raða sér eins og þeir vilja raðast og færa þá til á skjánum. Og þá getum við nota position eigindið og það er sjálfgefið static sem þýðir bara að elementi er í eðlilegu flæði. Það getur verið relative, þannig að það er hlutfallslegt í eðlilegu flæði, absolute, þá getum við sagt nákvæmlega hvar það á að birtast, fixed, og þá setjum við það út frá glugga og svo er hérna líka sticky sem ég bætti inn í núna bara, sem er svona nýtt og skemmtilegt. En containing block er það sem að element sem er ekki lengur með position static verða að. Og containing block er áður en að við gerum nokkuð við eitthvað annað element, þá er það bara HTML-rótin, fyrsta elementið, rótarelementið. Og sumir af þeim útreikningum sem við erum að fara að skoða miðast við þetta containing block. Þannig að það er þetta, þegar við erum að vinna með position og við færum eitthvað til, þá þurfum við oft að passa upp á það að vera með containing block. Síðan höfum við offset sem eru 4 eigindi sem skilgreina staðsetningu ef við erum að nota position og þau eru top, bottom, left eða right og við getum sett neikvæð gildi inn í þau, þannig að þau eru stýra því hvernig þessi position er reiknuð út. En position relative er þess að hlutfallsleg birting, við erum með eitthvað element, við gefum því position relative og þá verður í raun staðsetning af boxinu sjálfu er reiknuð út frá eðlilegu flæði, þar sem hvar það vill flæða eru önnur display block element fyrir ofan og hvar fyrir það að taka pláss og svo er búið að reikna, gera ráð fyrir þessu boxi í eðlilegu flæði út frá hæð þess og breidd þess og þá er það flutt hlutfallslega miðað við offset skilgreiningarnar. Þannig að við höfum eitthvað box og það hefur sér pláss og er síðan fært út frá því plássi eitthvað upp, niður, vinstri eða hægri. Og það sem skilur eftir sig síðan þetta pláss. Svo er position absolute sem er nákvæm birting. En það er í raun, þá tökum við boxið alveg út úr þessu eðlilega flæði og finnum næsta containing block fyrir það element og það er bara leitað upp tréð, er foreldri þessa elements containing block, já, reiknum út frá því og svo, nei, alveg upp að í raun þá rótar elementinu ef ekkert finnst og það er þá containing blockið og út frá því er boxið staðsett. Og þau skilja ekki eftir sér pláss, þannig að þessi element sem eru position absoluteð eru ekki með í venjulegu flæði. Og við getum notað þetta og þú maður nota þetta í verkefni 4 til þess að setja svona fyllt úti í foreldri þar sem við notum position absolute á eitthvað barn með öll offset eigindi sett í 0 og þar sem að það gerir í raun að það tekur elementið, finnur containing blockið og teygir það út í raun top 0, bottom 0 þannig að það fer bæði í alveg toppinn og alveg botninn og left 0 og right 0 og alveg í vinstri og alveg í hægri hliðina og í raun teygir það út þannig að það fyllir alveg út í foreldrið.
og þetta mun ekki virka nema foreldri sé þá containing block, þannig þá þarf það að vera með eitthvað position gildi eða position eigindi sett, og það yfirleitt sett á position relative, þannig við fáum eitthvað svona. Þetta elementið sem við ætlum að láta fylla út í eitthvað foreldri, og þá foreldri hérna þarf að vera containing block, og þá nóg að gefa því position relative, og þá verður það þessu containing blocki. Síðan position fixed sem first birting, og hún first út frá viewportinu sem þá glugginn hérna sem við erum með. Viewportið frá þessu efra vinstra horni og niður í þetta hægra vinstra horni hérna, hægra neðra horn. Og þegar við tökum það og staðsetjum það með position fixed, þá það tekið aftur út úr eðlilegu flæði eins og position absolute, og síðan út frá, ef við segjum top 0, left 0, þá í raun efri parturinn af elementinu settur upp í vinstra hornið, og síðan þegar við hreyfum, eða þegar við skrunum, þá hreyfist elementið ekki. Það fixed á þessum stað út frá viewportinu. Og þau skilja heldur ekki eftir pláss og eru þar af leiðandi ekki með í venjulegu flæði. Síðan höfum við position sticky, sem klístruð staðsetning. En það satt sambland af þessari hlutfallslegu og föstu staðsetningu, og þá verður þetta aðeins flóknara því að við erum í raun þá með reiknum staðsetninguna á elementinu út frá eðlilegu flæði, og síðan skilgreinum við einhvern þröskuld með í raun þessum offset eigindum, og þegar við komum að þessum þröskuldi á containing blokkinu, þar sem að það myndi fara að skrolla, þá það reiknað sem að væri hlutfallslega fast. Þannig að með þessu þá getum við fengið út svona fastar valmyndir sem að skrolla með okkur á meðan við erum að skoða eitthvað ákveðið, en sjáum þetta þegar við skoðum dæmi á eftir. En þegar við förum að taka þessa hluti út úr eðlilegu flæði, þá getum við lent í því að við erum að leggja box ofan á eitthvað annað box, element ofan á eitthvað annað element. Og þá náttúrulega kemur spurningin hvort á að birtast. Og þá í raun kemur það til að það ekki bara verið að staðsetja þetta í tvíviðrúmi, heldur erum við líka með einhvern seta-ás sem verið að reikna, sem í raun bara kemur út úr skjánum hjá okkur. Og þessi seta-ás, staðsetning á honum ræðst af stacking order. Og stacking order sem sagt, það eru bara einhver reikniritt í vöfrunum sem segja til hvernig þetta reiknast sjálfgefið. Og það yfirleitt þannig að það sem í raun seinna skilgreint í HTML source orderinu nær okkur. En við getum sem sagt átt við þetta með því að setja seta-index eigindið sem einhverja heiltölu, getur verið jákvæð eða neikvæð, sem segir þá hversu nálægt okkur seta-index 2 væri nær okkur en seta-index 1, þannig að það myndi leggjast ofan á það, og við getum fært hluti aftar. Seta-index -1 myndi fara fyrir aftan öll önnur element, fyrir utan þau sem eru með lægra seta-index. Þannig já, hærra seta-index setur element nær notenda, hærra á seta-ás. Og það eru síðan auðvitað vandræði sem maður getur lent í því að vera eiga við þessi seta-index gildi. En þá erum við með, ef við erum með mörg element í einu sem að öll eru með sama seta-index, við listaðum einhverjum hlutum, einhver svona kort eða eitthvað svona í einhverju útliti, og þau vilja síðan taka eitthvað element innan úr sér og birta það einhvern veginn út úr. Þetta oft svona einhver svona tooltip eða eitthvað sem gerist þegar íta okkur takkað, kemur upp einhver menu eða eitthvað svoleiðis. Og þá getum við lent í vandræðum út af því að þessi element geta aldrei fengið hærra seta-index en foreldri sitt. Þannig að þá í raun elementið sem við hliðina á því mun í raun ekki sýna þetta, menn leggjast ofan á það. Aftur skoðum dæmum það hérna. En hérna í raun eðlilegt flæði hérna á elementum. Þannig að við höfum hérna, þetta ekki rétt. Sjá. Hérna þetta.
Þannig hérna hefur við, ef við tökum bara út þessi nokkur box hérna. Þannig þá förum við fyrst hérna í eðlilegu flæði. Þannig að við erum með eitthvað box og við ætlum að láta þau öll bara birtast eins sem einhver 50 pixla há box með 999 lit hérna, þannig að þau eru eins. Og hérna eru þau í eðlilegu flæði, þannig að þau eru birtast bara hvert og eftir öðru. Og við höfum hérna margin bottom 10 sem að eru íta þeim frá hverju öðru. Og þetta eru bara sjálfgefna hegðun. Þetta er það sama og séu með position static. Síðan skoðum við hvað gerist þegar við förum í nákvæma staðsetningu. Eða hlutfallslega staðsetningu. Þannig að þá tökum við þessi box hérna og við ætlum að segja, við ætlum að velja hérna box nr. 2 í röðinni og við ætlum að segja því að vera position relative og staðsetja það frá toppnum 150 pixla og frá vinstri 50 pixla og breytum bakgrunnslitunum að því og svo gerum við það sama við fjórða boxið. Og við drögum það hérna -200, -50. Þannig að þá fáum við í raun þessi box hérna og þá sjáum við hérna væri í raun box 1, hér er pláss fyrir box 2, box 3 og svo pláss fyrir box 4 hérna. En þau fá plássið og skilja þau eftir, þannig að þau skilja eftir þessi plássið hérna, en box 2 er síðan fært hlutfallslega út frá því. Þannig að ef ég setja þetta aftur hérna í 0, þannig að þetta sé ég ekki út því að box 4 left sér núna. Display none og það. Þannig að núna er box 2 á sínum stað en er samt position relative. Þannig að núna ef ég fer hérna og ég breyti þessari tölu, þá get ég fært það til bæði upp og niður út frá staðsetningunni með því að eiga við topp. Svo get ég fundið að það ég að vera svona og þá get ég tekið left og fært það þá annarkvort í aðra hvora áttina. Og svo get ég líka í raun notað önnur sem væri þá bottom og þá er í raun þá get ég fært þau á samaskapi upp og niður, vinstri, hægri út frá því hvað ég vil að þau endi. Þannig að þá líta þessi 2 box svona út eftir að við erum búin að hliðra þeim til á síðunni. Síðan höfum við nákvæma staðsetningu. Þá erum við aftur með þessi 4 box og þá þurfum við að taka sér núna þetta absolute hérna sem er í raun þetta hérna div sem er utan öll boxin okkar og gera það containing block með því að gefa því hérna position relative. Og síðan höfum við box 1 núna sem við tökum og staðsetjum hérna top 0, right 0 og þriðja boxið bottom 0, left 50 pixlar og width 100 pixlar. Það sem að gerist líka þegar við tökum hluti úr eðlilegu flæði er að þeir eru ekki lengur reiknaðir í eðlilegu flæði, þannig að þeir vita ekkert hversu mikið pláss á ég að taka. Þannig að þeir taka þeir bara nákvæmlega það pláss sem þeir þurfa, sem að er þá í þessu tilfelli nákvæmlega plássið sem þarf til þess að birta 1. Þannig að ef ég skrifa eitthvað meira hérna inn í, lorem ipsum, þá brekkar boxið því að þá þarf það meira pláss til þess að geta byrt efnið. Nema að við gefum því einhverja breidd eða einhverja hæð. Þannig að það er það sem að gerist við box 3. Við gefum því hérna breidd upp á 100 pixla og ef við gerum það ekki, þá verður það bara eins hérna, það tekur bara nákvæmlega saman pláss og það pláss sem það þarf. Og svo ef við gerum þetta, þá förum við að lenda í þessum vandræðum að efni fyrir að flæða út fyrir boxið út af því að við erum búin að gefa því width hér og height síðan hérna að ofan. Þannig að ef við tökum height af, þá er raun ferða að reikna nákvæmlega plássið sem það þarf til að birta efnið og hækkar til þess að geta byrt efnið. Og svo ef við höfum í raun ekki containing block hér og við fjarlægjum af þessum container, þá hoppaðu eitthvað og þá hoppaðu í raun upp hingað af því þá er í raun containing blockið orðið HTML elementið, þannig að þá er þessi farin að staðsetja sig í top 0, right 0
út frá HTML elementinu sem þá hér uppi. Og ef við breytum því hérna, þá erum við að fara að staðsetja einhvern veginn öðruvísi hér. En síðan getum við nota þetta til þess að fylla út í foreldri. Þannig að þá erum við hérna með eitthvað box og svo erum við með child og child hérna með þennan fallega lit í bakgrunn og 10 pixla padding og þá sjáum við hvernig það er inn í þessu boxi. Þannig að það tekur eitthvað pláss hérna en það fyllir ekki alveg út í foreldrið. Foreldrið getur verið með eitthvað padding eða getur verið með eitthvað sem veldur því að við vitum ekki nákvæmlega, við getum ekki staðsetta rétt af því að af einhverjum ástæðum og við erum, sem við segjum með mynd, þá viljum við fylla bara nákvæmlega út í myndina og við vitum ekki hvað myndin er stór á þeim tímapunkti sem við erum að gera þetta, við erum að skrifa HTML þegar myndin getur verið hvernig sem og þá getum við búið til hérna parent sem þá með position relative, þannig að við getum í raun látum parenti verða að containing block og svo tökum við þetta child og segjum þetta fill hérna sem gefur því position absolute og öll offset eigindin í 0 og þá fyllir það hérna út í foreldrið og þá er sama hversu hátt foreldrið eða breytt. Barnið mun alltaf fylla nákvæmlega alveg út í það. Þannig að breytum breytinni, þá mun það alltaf cover það alveg nákvæmlega. Þá náttúrulega, ef við höfum þetta ekki, þá mun það fara hérna upp og fylla út í containing blokki sem HTML-ið, en mun fylla út í það eins og það væri, fyllir út í eitt viewport af því, ekki alveg hérna allt, þetta nákvæmlega viewport eins og viewport height og viewport width myndi geta gert fyrir okkur. Og síðan það first staðsending sem þá í raun bara aftur þessi box en núna einhver þeirra með position fixed þannig að þá þau í raun fjarlægð hérna úr eðlilegu flæði hérna þannig að þau taka ekki lengur pláss en það er búið að henda þeim hérna upp og niður þannig að þetta hér box fær position fixed hérna niðri og 4 fær position fixed hérna uppi og þau skrolla með þegar við skrollum upp og niður síðuna. Þannig að svona oft fyrsta útfærsla þegar búið til svona fastar valmyndir sem fylgja okkur meðan við skrollum að gera þetta að svo ef við viljum vera aðeins meiri töffarar og viljum að það felist og komið byrtist aftur þegar við skrollum upp þá þurfum við að nota síðan JavaScript til þess að það virki. En í grunninn þetta í raun með position fixed. Síðan ef við viljum eiga við hvernig þessi element birtast þá getum við stilt setaindexið og þá hvort þið birtist ofan á eða undir. Þannig að hér höfum við setaindex 4 því að þetta er raun með hátt setaindex. Ef við lækkum það niður í 3 þá hverfur það allt í hérna bak við hérna box nummer 4 og box nummer 4 er hérna með setaindex 3 þannig að þá er það orðið í raun með sömu töluna en þetta box er seinna í hérna source order þannig að þá fær það hærri forgang nema ef við lækkum það þá fer þetta box aftur að koma yfir box 3 hérna með setaindex 1 og ef við setjum það í 0 þá fer það bak við bæði boxin þannig að og ef við förum það upp í 3 þá fer það yfir 4 þannig að þetta er í raun verið svona getur oft orðið svolítið púsl og stundum þá veit maður ekki hvað maður að gera þá gerir maður oft bara svona þetta að vera langt fremst. En síðan ef við tökum þetta saman og búum í raun til eitthvað svona flóknara útlit, þá getum við verið með, nú erum við að fara að sjá einhvern svona vef verða til, þannig að hérna erum við með einhverja valmynd sem er first, einhver box hérna sem við erum búin að eiga við, hérna erum við svo með einhverja svona klístraða hliðavalmynd, þannig að hún gerir ekki neitt fyrir en ég kem síðan á einhvern þröskuld hérna og þá fyrir hún að skrolla meðfram þessu efni og síðan þegar ég kem niður þá hættir hún. Þannig að
þá þetta gert hérna með position sticky sem þá fer hérna til hliðar. Þessi hérna ýtt frá með margin 150, þannig að ef það svona þá myndi það vera þarna undir. Við notum margin hérna til þess að færa þetta. Þetta er þetta er mjög gamaldags leið til þess að setja upp útlit, en í dag myndum við nota bara flexbox. Og svo þá þetta hérna top segir til að hvenær það byrjar að skrolla með okkur, hvenær það verður þessi position fixed. Þannig að við setjum þetta í 0. Þá gerist það þegar þetta boxirinn kemur upp, snertir toppin á viewportinu, þá fer það að skrolla. Og ef við hækkum þessu tölu í cirka hæðina á þessari valmynd, þá fer hún að skrolla þegar að valmyndin hittir hana, þegar þá þröskuldurinn orðinn 100 pixlar, sem hæðin hérna á. Og svo annað dæmi svona sticky til að gera svona lista þar sem að það fylgir okkur hérna heitið á listanum sem við erum í. Og þá þetta sett upp sem svona description listi, þar sem að í raun termið hérna bara með position sticky top 0. Þannig að þegar það kemur í toppinn þá verður það sticky. Og það ekki flóknar svo. Þannig að svona listi með þess að þetta position sticky getur orðið svona. Og svo lokum hérna ef við erum með núna einhver svona 4 box öll með eitthvað svona tooltip sem á að birtast ef ég hofar yfir hennan texta. Og sem sagt hérna. Og þau hafa þetta tooltip sem element inn í þessum boxum. Þannig að þetta eitthvað sem við viljum birta einhverjum hluta vegna, getur verið valmyndi eitthvað líka, þegar að eitthvað gerist. Og þá getum við útfært það hérna sem í raun tooltipið á ekki að sína, og við ætlum að setja position absolute, top 0, right minus 100, þannig að þetta á einhvern veginn að dragast út fyrir og vera svona einhvern veginn hérna fyrir ofan. Og síðan þegar við hoverum yfir þetta hover selector sem settur hérna utan textan, þá viljum við breyta tooltip, þannig að það verður ekki lengur display block, display none, heldur display block. Þannig að þá getum við gert það fyrir þetta box hérna, en þá leggst það undir boxið sem við hliðina á, því það með sama setaindex og þetta foreldri hér, og þá mun það aldrei geta komist yfir þetta box. Þannig að þetta svona vandræði sem getur lent í ef við förum að skilgreina setaindex á of mörgum stöðum. Og lausnin hérna getur verið það að fjarlægja þetta tooltip og setja einhvern veginn fyrir utan þetta box. Þannig í staðan fyrir að við varum með þetta hérna inni, að þá að vera einhvern veginn með það hérna fyrir utan, því þá er það ekki bundið af setaindexin á þessu boxi, eða einhvern veginn struktúra HTML-ið svona þannig að þetta gerist ekki. Þannig að svo gerist það hérna, en á seinasta boxinu þá þetta í lagi, því það er ekkert annað box sem að ýtir því efnu fyrir niðan sig á eftir því. En síðan erum við með floats, sem leið til að fleyta efni, og við getum fleytt því til vinstri eða hægri eða sjálfgefið ekkert með none. Og þá eru elementin ekki í eðlilegu flæði, heldur þeim fleytt til hægri eða vinstri miðað við þá línu sem það er í. Og það þessi lína sem það er í raun reiknuð út frá eðlilegu flæði, þannig að það raun fundið hvar á þetta að vera. Þú ættir að vera staðsett hérna upp í vinstra horninu, en þú vilt flæta þig til hægri, þannig að þá ertu ennþá uppi í efri línunni, en ferð eins langt og kemst til hægri miðað við foreldri. Og ef það er ekki nógu mikið lárétt pláss í bóksunum, þá ýtastu niður þangað til það kemst fyrir. Þannig að ef við reynum að útfæra eitthvað svona lista eins og við vorum með hann í seinsta dæmi, þá getum við líka nota float fyrir það. Og síðan getum við stýrt því hvernig flæðið í kringum þessi boxi eru með clear, en það segir hættu að láta hluti flæða vinstra megin við mig, hægri megin við mig eða báðum megin við mig. Og þetta getur valdið vandræðum, en
það var síðan mörg mismunandi svona hökk til þess að komast fram hjá þessu og yfirleitt öll kölluð clear fix, en í dag ættum við ekkert að vera að lenda í þessum vandræðum af því við ættum ekki að nota float til að stýra útliti. Við ættum bara að nota float til þess að stýra því hvernig til dæmis myndir birtast innan einhvers hlutar með því að þá fleyta þeim til hægri eða vinstri, fullt af bóksum hérna. Hérna höfum við aftur einhver box og hérna eru mörg af þeim. Svo byrjaði ég að henda bara út part af þessu. Þannig núna erum við með hérna 2 box og einhver texta, og ef við tökum float af á þeim þá sjáum við í raun að þau eru hérna núna í eðlilegu flæði, þar að segja að þetta hérna fyllir upp í allt lárétt pláss það getur, þetta box líka og þetta box líka. Og ef við tökum núna sem sagt tökum þetta svona, þá erum við núna að fleyta þessu boxi til vinstri og það gerist eitthvað skrítið við boxið hérna á eftir. Fjarlægina bara hérna úr. Þannig að þá helst það í sömu línu það en fer til vinstri úr eðlilegu flæði og næsti hlutur í raun kemur upp að því. Þannig að það tekur ekki lengur pláss í eðlilegu flæði, en þessi hlutur hérna kemur og leggst upp það eins og það væri í raun eðlilegt flæði væri reiknað og þetta hérna væri eitthvað svona void sem maður má ekki fara inn í, en það kemur hérna bara við hliðina. Síðan hitboxið, það þá reiknast út frá sömu línu, af því það í raun eðlilega flæðið endar við þessa línu sem þetta hérna box skilgreinir og fer til hægri miðað við það. En síðan þetta hérna box í raun hér og þá getum við sagt, ég vill ekki að það flæði, þannig þá getum við sagt clear og þá í raun ýtist það niður og clear left var líka nóg því þá erum við að segja ekki horfa til það sem fleytt til vinstri. Og síðan ef við setjum inn hérna fleiri box þá það eitthvað, en það sem við myndum nota float í dag væri í raun ef við væri með einhverja mynd hérna og einhver texta og við myndum vilja láta myndina bara vera svona part af efninu og þá getum við nota float til þess að setja það hérna svona til vinstri og ef við tökum það í burtu og hendum bara þessu hérna frá ofan þá liggur myndin óháð textanum, en með því að nota float þá getum við látið hann að verða part af textanum. Já, þannig að þetta eru Visual Formatting módelið sem skilgreint í CSS 2.1 og í raun, við grípum stundum til þess, en Flexbox það sem að leysa þetta af því að í raun, þetta var notað þangað til fyrir svona 4 árum var þetta voru leiðirnar sem við höfum til að vinna með útlit. Þannig að það aftur gott að vera vefforritið í dag, af því að það ekki gaman að nota þetta til að búa til útlit, af því að þetta var aldrei hugsað til þess að búa til útlit. Á meðan Flexbox tók alla þá reynslu sem var í þessu og bjó til nýtt kerfi sem bara frá grunninn nota til að geta leiða þessu hluti vel og vandlega á síðum. En við taka 10 mínútna pásu og byrja aftur 47.